Glasafrjóvgun er þegar frjóvgun á sér stað fyrir utan líkamann hjá mannfólki og er gert með vilja. Stundum á fólk erfitt með að eignast börn svona með náttúrulegum hætti. Það getur verið vegna þess að eggin er ekki nógu virk eða nógu mörg. Það getur verið að legið sé ekki að taka rétt á móti eða þá að sáðfrumurnar eru ekki nógu góðar. Þá er hægt að taka egg frá konu og sáðfrumur frá karli sem ætla að eiga barn saman og blanda því saman í raun í tilraunaglasi, þess vegna er þetta kallað glasafrjóvgun og þetta sé ekkert alltaf gert akkurat í tilraunaglösum og reynt að skapa aðstæður þannig að sáðfrumurnar frjóvgi eggin. Síðan er frjóvguðu eggjunum komið fyrir í legi hjá konu sem vonandi nær þá að ganga með barnið. Þetta gengur ekkert alltaf. Ef vandamálið er legið þá náttúrulega leysir þetta ekki vandamálið og stundum, eða oftast reyndar, þá eru sett nokkur frjóvguð egg komið fyrir í legi konunar því að líkurnar á að þau nái að festa sig þar er ekkert það miklar. En það getur gerst að nokkur þeirra ná að festa sig þannig að það er algengara að fólk eignist tvíbura eða jafnvel þríbura þegar að glasafrjóvgun er að ræða heldur en þegar að fólk á börn svona með hefðbundnum leiðum.